Sykurfura. Þegar sagt var í þriðja skiptið, nei, hættu nú alveg, þetta er stærsta fura sem ég hef nokkru sinni séð. Þá var ekki gulfura að ræða, heldur sykurfuru, Pinus lambertiana. Sykurfura er ein 3 náskyldra og nauðalíkra furutegunda í Norður-Ameríku. En hinnar eru báðar kallaðar hvítfurur, Pinus strobus og Pinus monticola. Allar eru þessar 5 nála furutegundir gríðastór og myndarleg tré og mikilvæg timburtré. Á 18. öld byggðist timburiðnaður á austurströnd Ameríku og í Bretlandi nánast eingöngu á austurstrandar hvítfurunni, Pinus strobus, sem einnig er kölluð Weymouth-fura og eru viðir margra breskra húsa enn úr þeirri furu. Sykurfura er þó þeirra stærst og reyndar stærsta furutegund í heimi. Sykurfururnar í Sierra Nevada standa gjarnan upp úr krónulaginu í þessum þó ótrúlega hávaxnu skógum og gefa flestum risafurum ekkert eftir í hæð. Krónur gamalla sykurfura eru sérkennilega óreglulegar með tiltölulega fáar greinar sem skaga út í allar áttir. Sumar greinanna eru lengri en flest tré á Íslandi eru há og oft hanga 30–40 cm langir könglar á greinaendunum. Nafn tegundirinnar skýrist af sætu harpyxi auk þess sem að fræin eru stór og æt. Sykurfura hefur nánast ekkert verið reynd á Íslandi. Í heimkynnum sínum vex hún frá láglendi og upp í alltaf 3000 metra hæð, þar sem vetur eru langir og snjóþungir en sumur stutt. Það væri vel þess virði að afla fræs frá þessum hæstu vaxtarstöðum sykurfuru, en eflaust til lítils að reyna kvæmi úr minni hæð en ca. 2000 metrum.